Gott kvöld. 20 manns sem tóku fé í gegnum skúffufyrirtæki í Lúxemborg án þess að greiða af því skatta hér fá reikning frá ríkisskattstjóra. Meiri háttar skattalagabrot enda hjá sérstökum saksóknara. Flest málanna hófust fyrir rúmum 2 árum á einfaldri rannsókn skattayfirvalda þar sem kannað var af hversu mörgum erlendum kreditkortum hefur verið tekið út fyrir 5 milljónir króna eða meira á 12 mánaða tímabili. Eftir nokkuð basl við að fá nánar upplýsingar varð úr að gerð var húsleit á hátt í 20 stöðum. Tugir rannsakenda og lögreglumanna meðal annars úr sérsveitinni létu til skarar skríða í birtingu einn morguninn og lögðu hald á mikið magn af tölvugögnum og pappírum. Böndin bárust þá til Lúxemborgar að búum gömlu íslensku bankana þriggja þar og það bil 50 skúffufyrirtækjum. Á bakvið þau var fólk 30 manns, nánast allt Íslendingar. Aðeins í undantekningatilfellum gat að útskýrt hvaðan féð kom sem flutt var til Íslands í gegnum kreditkortin. Rannsóknin hélt því áfram. Úttektur úr fyrirtækjum af þessu tagi telja sem almennar launatekjur í skattkerfinu hér og skulu skattleggjast eftir því nema sýnt sé fram á annað. Almennt hafði ekki verið greiddur skattur af umræddu fé nema þó stundum fjármagnstekjuskattur en hann mun lægri en tekjuskatturinn. Skattrannsóknarstjóri hefur nú klárað 2/3 þessara mála og sendt þau áfram til endurálagningar hjá ríkisskattstjóra. 20 manns hverjum sig gert að greiða vangoldna skatta á álag, tugi eða 100 milljóna króna hver. Brotin teljast öll meiri áttar og ættu því eftir kúnstarinnar reglum að enda á borði sérstaks saksóknara.